Já, komið sæl. Þeir hafa nú verið nokkuð margir dagarnir þar sem hiti hefur farið yfir 20 stig á Austurlandi þetta sumarið og í dag bættist enn einn dagurinn við þar sem hiti náði sléttum 20 gráðum á Hallormsstað og var nokkuð víða að dansa þetta á bilinu 18 til 19 stig á Norðaustur og Austurlandi þennan daginn. En hvað var það svona stóru myndina? Þá erum við með lagið hér rétt suður af landi og við höfum fengið svona slitrótta úrkomu hér inn á sunnan og vestanvert landið í dag og viðbúið að það verði nú svona nokkuð víða þannig í nótt. Við sjáum hér að það lagið einnig að færast nær úr norðaustri og þegar komið fram á morgundaginn þá sjáum við 3 lagðamiðjur hér í kringum land og af þeim sökum verður eðlilega nokkuð skýjað á landinu á morgun en svona tiltölulega stillt veður þó að verði nú ekki endilega mikil úrkoma á ferð. En loftið er að megninu til ennþá nokkuð sumarlegt og milt og við sjáum það að það svo sem ekki ýkjamikið sem breytist á morgun. Það kemur hérna köld ræma inn í myndina og skríður hér til suðurs yfir landi þá annað kvöld en þetta er nú ekki mikið sig þetta kalda svæði og stoppa nú ekki lengi við. Og svona í nærmyndinu þá sjáum við hér að klukkan 19 og þá er nú að reiknast úrkoma nokkuð víða hér allan að sunnan til á landinu og eitthvað að teygja sig norður yfir heiðar, áttina mestu leyti suðaustlæg eða austlæg og þegar við keyrum hreyfimyndina í gang að þá sjáum við að þetta verður svona staðan fram á nóttina þegar minnsta en þegar líður á morgun þannig að þá verður vind á smá saman norðaustlægari og það er nú svona kannski þema fyrir þá næstu daga það verður norðlega átt hjá okkur fram á laugardag hið minnsta. Og klukkan 14 á morgun og þá verður staðan á þessa leið, það verður sjálfsagt hámarkshitastölur hér sunnanlands á bilinu 15 til 18 stig en 10 til 15 getum við sagt norðanlands og jafnvel sums staðar þar sem að vindur stendur á hafi þá munum við nú ekki ná að tveggja stafa tölum og skýjað mestu leyti en það er svona helstu vonir til þess að það verði bjart þá á norðvesturhorni landsins og við sjáum síðan þegar við skoðum þróunina frá morgundeginum og fram á föstudag þetta verður svona meira kannski eindregin norðlæga átt þá þegar komið er fram á föstudag getur ringt nokkuð drjúgt norðalands allan tíma og verður svona þyngra yfir þar á meðan við getum fengið allan að sólarglennur hér sunnan til og eðlilega eins og svo oft áður þá hefur nú þessi norðan átt áhrif og hitatölu norðan til á landinu og við sjáum að þær verður ekki ýkja háar á föstudaginn víða þetta 7 til 8 stig en á meðan við getum fengið þennan 16, 17, 18 stig hita hér sunnan til á landinu. En það mun síðan svona smám saman þegar líður á laugardaginn draga að þá bæði úr þessari norðanátt og einnig úr úrkomunni og jafnframt verður bjartara yfir hér sunnan og vestan til á landinu á laugardaginn en það hér að byggjast upp veikur hæðarhryggur yfir landinu. Og þetta þá svona hitatölur þá sem við sjáum fyrir okkur þá á laugardaginn. 17-18 stigi hiti hér sunnan til, hitatölur svona nærri 10 stigum fyrir norðan og svo svona kemur næsta lagið hér inn á Grænlandshafið suðvestur af landinu þá á sunnudaginn og svo spár standa nú og þá virðast ætla að vera skúraleiðingar nokkuð víða land þann daginn. En lítið þá yfir til Evrópu og það eru skúraleiðingar á Bretlandseyjum og nokkuð víða í Skandinavíu líka en þó ætti nú suðurhluti Svíþjóðar að sleppa nokkuð vel á morgun og jafnvel suðurhluti Finnlands en við sjáum að það er háþrýstisvæði hér yfir mið-Evrópu bjart veður víðast hvar þar á ferð stöku skúrir í Alpalöndunum þó og hiti að mestu leyti yfir 30 stigum og sums staðar vel yfir 30 stigum í suðurhluta álfunnar og við Miðjarðarhafið. Og jafnvel að nálgast 40 stig eins og við sjáum hér bæði Sevilla og Madrid. Stíf norðanátt á Kanaríum á morgun en sólríkur dagur í vændum og hitatölur yfir 25 stigum þar og við endum síðan hér þá í Bandaríkjunum og þá sjáum við að þar hiti 30 til 40 stig í Suðurríkjunum og svona 20 til 30 þegar við komum norður til Kanada og eðlilega þrumuveður þar á ferð bæði í Kanada og sem og í Bandaríkjunum.
En við skulum segja þetta gott þá að vera í dag, verið sæl.